Já, bókin Váfugl eftir Hall Hallsson, hún kom nú út hérna, hvað allir sé ekki, 1-2 ár síðan, mér finnst það svolítið langt síðan, ég skal ekki segja, en Hallur komið hérna og veit það örugglega miklu betur en ég, komdu sæll og velkomin. Takk fyrir það. Er það ár síðan, 2? Ég man það bara reynilega ekki. Það er 3. Er það svona langt síðan? Já, 3,5 ár síðan. Ég veist nú bara eins og hún hefði komið út í þessu ég segi, fyrir Tíminn flýgur. En svo er hún að koma út í Englandi. Hún er komin út, það var útgáfuteiti í Westminster Palace. Hvorki meirinni minna. Í síðustu viku. En áður koma því, Hallur, þá held ég fyrir hlustendur að það sé rétt hjá okkur að rifja upp hvað bókin er. Já. Sko, baksvið Váfuglsins er eiginlega Íslandssagan. Það sem Krummi setur fram kenningu sína það hvenær Íslandi vegnar vel og hvenær Íslandi vegnar ekki vel. Og þegar það eru 2 tímabil sem skera sig úr þegar Íslandi gekk afar vel. Það er þjóðveldisöld sem stóð í tæp 400 ár frá landnámi, þangað til við missum sjálfstæði. Þá fer þjóðin til allra átta, við finnum Ameríku, við setjumst á Grænlandi, við siglum til Skandinavíu, við siglum til Bretlands, við siglum til Konstantinópel, við förum allan heim. Og hér verður til eitt mesta menningaríki í veraldar, mesta menningaríki í Evrópu, þegar við skrifum Íslendingasögurnar og Snorri Sturluson er einn af risum bókmenntasögurnar. Svo hins vegar gerist það að við missum skipin okkar og lendum undir Noregskonungi sem lætur drepa skáldið og höfðingjan og síðan ofan í skúffu í Danmörku og verðum evrósk nýlenda sem arðræni þessu þjóð eins og alla nýlendu voru arðrændar og Evrópubúar þeir taka yfir fiskimiðin okkar og við á meðan sveltum heilu hungri við gjöfulustu fiskimið veraldar. En svo gerist það að danska stórríkið sem ég kalla svo, það hrundi undir lok 19. aldar þegar Þýskuríkin segja skilið með Danmörku og tilverður hugtækið Lille Danmark og Danir fá ekki haldið gömlu nýlendunni sinni, við brjótust undan dönskuvaldi og á 20. öldinni verðum áhrifamesta smáríki veraldar í kaldastríðinu. Við byggjum tengsl til allra átta aftur, til Bandaríkjana, til Sovjetríkjana og til Evrópu en allan heim og 20. öldin er samfellt glæsitímabil, það er gullöld okkar þar sem við vinnum sjálfstæðið okkar og við vinnum fiskimiðin. Já, komust eins og margir hafa sagt út úr torfbæinn. Já. En svo gerist það að Sovjetríkin hrynja, segir Krummi og Bandaríkin fara og við erum aftur komin á evrópskt áhrifasvæði og Brussel, við erum í aðildarviðræðum með Brussel og hvað spyr eða hvers krefst Brussel? Þeir krefjast aftur yfirráða yfir fiskimiðunum okkar og þetta er bara algjörlega geggjað. Þeir krefjast yfirráða yfir fiskimiðunum og jafnvel kannski eftir að hafa og svo sameiginlega orkustefnu sem er í bígerð og þróun í Evrópu. Þannig að við erum aftur komin í gamla farið sem við vorum á nýlendutíma. Þannig að þetta er skáldsaga, ekki rétt hjá mig, sem byggir á sögunni. Og þú ert að sýna fram á það að þetta hefur verið að fara alltaf í hringi. Þetta sagan fer í hringi. Hún fer í hring eftir hring og það er svo merkilegt að hún er alltaf að endurtaka sig og við erum aftur Krummi setur fram skammtakenninguna sem byggir á skammtakenningunni segi ég, hann setur náttúrulega ekki fram skammtakenningu eða quantum theory, það er að segja þegar tveir pólar takast á þá vinnur alltaf sá sem er sterkari og það gerðist þegar við vorum undir dönsku valdi og norsku valdi en þegar við horfum til allra átta og eigum samskipti til allra átta þá hefur okkur vegnar vel og nú erum við aftur komin í þetta gamla far þar sem samskiptin eru yfirgnæfandi við Brussel og það er allt byrjað að sogast til Brussel
og Brussel og það er alfa og omega bara allar umræðu á Íslandi. Þannig að hver er váfuglinn þá? Váfuglinn, sem sagt krummi er að kljást við váfuglinn. Sem er þá Evrópusambandið þessu? Sem er sko karakter í sögunni. Karakter í sögunni. Sko hann setur, þetta er önnur grunnstóð váfuglsins. Hinn grunnstóðin er kenning sem hann setur fram það sem gerist á 20. öld í Evrópu. Þegar stjórnlynd fólk tók yfir völdin í Moskvu 1917, í Berlín 1933 og bara meira og minnum alla álfuna þegar kommunistar og nasistar, fasistar tóku yfir álfuna og það var sérstök manngerð sem það gerðir, fólk með sérstakt hugarfar og það, segir Krummi, var fólk með þinn lokaða huga og hann setur fram kenningu hvað það er á bakvið það sem gerist og það er svokallað nei-kenning Krumma. Að fólk sem hvers viðbröð við lífinu eru alltaf að segja nei. Það er að því að tíminu þjóta frá okkur hann þýtur og þú ert andstæðingur þess að við göngum í Evrópusambandið vantarlega, ekki satt? Ég tel að við eigum að byggja áfram fullveldi. Og vera með tengslinn í allar áttir eins og þú segir. En þetta með London og það er móttökur sem fjastar. Já, það voru alveg stórkostlegar. Þetta var raunar að frumkvæði breskra þingmanna. Þarna voru fjölmargir þingmenn, það var fullur salur þarna inn í þinghúsinu og þarna fluttu ávörp 2 þingmenn, Bill Cass sem er íhaldsmaður og Austin Mitchell sem er verkamannaflokksmaður og báðir sögðu Íslendingar, látið ykkur ekki detta í hug að fara inn í Evrópusambandið. Austin Mitchell er frá Grimsby og mikill Íslandsvinur og varað okkur eindregi við því. Hann tók við raunar af Antoni Krossland sem við sömdum við í Þorskastríðinu 1976 þegar við unnum landhelgina. Þannig að þetta var mikið. Þeirra ráð eru að vera frundan, við sýndum þarna myndband sem vakti mikla athygli og hægt er að sjá á netinu á YouTube undir Vultures Lair eftir Hall Hallsson. Þannig að þetta var afar ánægjuleg stund sem við áttum þarna og það sem mér fannst afar merkilegt er að sjá hvað Bretar eru leitandi og hvað þeim líður í raun og veru illa í Evrópusambandinu. Hefur bókin selst þegar í brennanum? Útgefandinn sagði mér það að sala er langt umfram væntingar og hún er sem sagt break even. Hann átti vonað því að það er í november, desember en hún er þegar fann að skila hagnaði. Þannig að mér þótti afar vænt það. Halldór Hallsson, kærar þakkir og komin að gangi í vinn með Váfugl. Takk fyrir það kærlega. Takk.